er ég komin aftur úr Kvikmyndasamlið Íslands þar sem að ég fékk að sjá þessa merkilegu mynd, nýtt hlutverk og ég verð nú að segja að okkur fer nú svona fram í kvikmyndagerðinni að maður sé svona einhver skref í áttina því að sjá faglega kvikmyndagerð á Íslandi og það kemur meðal annars út af því að Óskar lagði kaup á nýrri upptökuvél þar sem að hann tók upp hljóð og mynd samhliða sem olli reyndar einhverjum örðugleikum að það þurfti að vera algjört logn þegar hún var tekin upp þessar útisennurnar og fyrir innisennurnar þá var ekkert tökuver þannig að þeir þurfti að taka þetta upp allt í heimahúsum og tafði svolítið kvikmyndagerðina en þetta var síðasta mynd Óskars, svo fór hún að vinna meira í sjónvarpi og heimildamyndum og þess háttar. Sem betur fer fann ég smá brot úr myndinni til þess að sýna ykkur af því að annars hefði ég ekki getað sýnt ykkur neitt því að myndin er algjörlega ófáanleg. Þetta er mjög dramatísk mynd. Hún er byggð á smásögu, svona nútímasaga á Reykjavík sem er svolítið öðruvísi heldur en hinar myndir sem hefur komið út sem voru annarkvort sveitamyndir eða grínmyndir. Aðalpersóna myndarinnar er gamall maður sem heitir Jón og er nýbúinn að missa konuna sína. Hann er sjómaður og mjög vinnusamur. Fer til dæmis í vinnuna strax eftir jarðarför konuna sínar. Sonur hans, Einar, og kona hans hafa áhyggjur af honum og vilja að hann hætti að vinna. Hann tekur þarna alls ekki í mál og ætlar að vinna meðan hann hefur krafta til. Í myndinni fáum við að fylgjast með þrautseigju Jóns og hollustu hans við einkason sinn, Einar. Hann er ákveðin fyrirmynd til nútíma snjallsíma kynslóðar sem að vilja fá allt ókeypis í hendurnar. Og þó maður finnst það nú stundum of þrjóskur og maður er ekkert alltaf sammála honum. En endurinn á myndinni hreif mig alveg. Þá fannst mér eins og að erfiði sem hann mátti þola hafi allt verið þess virði. Flestir leikararnir í myndinni eru óþekktir og komu mikið úr leiklistanámi Ævars Kvarans sem er líka leikstjórinn. Aðalhlutverkið er leikið af Óskari Ingimarsinni sem var 26 ára þegar myndin var tekin. Hann var með mikið gervi til að láta hann líta út fyrir að vera gamlan en gervið virðist vera meira í leikhússtíl of ýkt fyrir kvikmyndaformið enda aldurspilið mjög mikið á milli þess sem hann átti að leika og þess aldur sem hann var á. En ég skil samt ekki alveg af hverju það voru ekki bara fenginn gamall maður til að leika þetta. Þetta er svona svipað eins og að fá Guy Pearce til að leika gamla mannin í Prometheus. Ég veit ekki til þess að myndin hafi nokkuð tímann verið sýnd í sjónvarpi eða hvað þá verið gefin út á FOS. En þegar ég fór á kvikmyndasafnið þá horfði ég á hana beint af filmu. En ég vona að það verið fljótt bætt úr þessu og landsmenn fá að sjá hana og jafnvel eiga hana á DVD. Þau koma og fara og enginn veit hvað bíður þeirra fyrir utan. Það er alltaf verða vitlaust. Þau sigla í skipalestum og mista mörg skip úr hverri lest. En höfum við þó sloppið sjálfir. Enn sem komið höfum við sloppið. En hver lengi verður það? Ef þú fílar gamlar íslenska bíómyndir, þá átt eftir að fíla þessa. En næsta mynd sem að kom út er Gilitrutt. Skulum kíkja á hana.